Já, góða kvöldið, velkomin aftur í Rauðan raunveruleika, núna í nýja stúdíónu okkar. Við erum hérna með Kjartani Svein. Blessaði Kjartan, takk fyrir að koma. Hæ Karl. Og Kjartan ætlar svolítið kannski að vera með okkur hérna í næstu þáttum út þetta misseri, ættu að segja, kannski season 2 af Rauðan raunveruleika. Já. Þannig að mér hlakka til að taka viðtal við ykkur með þér, það var gaman. Já, líka svolítið skemmtilegt að vera komin söður sko núna úr námi í Emma, þannig að hérna það er bara svona raunverulega gott sound quality í mér líka sko. Já, þannig. Og ég er ekki á hérna myndavél frá 50.000 króna fartölvu. Nei, mitt. Þannig ég er mjög sáttur með að geta fengið að taka þátt í þessu í alvöru hljóð og myndgæðum líka sko. Þú er búin að koma til okkar tvisvar áður yfir Zoom-ið mitt og núna erum við með frábæra mikrofóna og frábæra myndavélar og frábært stúdíó líka sko. Já, og þú varst að klára þarna í Emma. Já. Og ert komin í lögfræði núna í HÍ. Jú. Hvernig líst þér það? Það var svolítið sko, þetta er svolítið eins og Emma að mjög miklu leyti. Þú lappar inn í svona herbergi með mönnum sem að eru í jakkafutum. Maður hefur séð það þarna upp í lögfræði. Og eru jafn aldramanns og eru með svona skjalatöskur. Það er kannski ekki eins og Emma sko. Emma var meira bara svona þeir fyrir 3 árum síðan ennþá í fótbolta. Eða eitthvað svona klæddu sig svolítið meira eftir kannski aldri sko. Svo eru þeir núna svo þroskar, komin í lögfræðina sko. Þá eru komin í jakkafutin og bláu bindin sko. Þau verða að vera blá. Og þá koma kennararnir í jakkafutum með blá bindi og skjalatöskur. Og segja bara velkomnir í eina elstu deild Háskóla Íslands. Við erum hérna með hefðir og við ætlum hérna að stúdera lög og við ætlum hérna að skapa góða lögfræðinga úr ykkur. Það var eins og svona. Þá vindu okkur kannski aðeins í það með hvað er góður lögfræðingur? Hvað myndir þú segja? Ég held að hérna það eru til 2 skoðanir á því og það er hérna sko lögfræðilega séð þá er það þannig að 2 mismunandi lögfræðingar með algjörlega ólíka lífshætti og persónulegar skoðanir og stjórnmálaskoðanir eiga samt að ná nákvæmlega sömu niðurstöðu í öllum dómsmálum. Já. Út í að þá eru þeir bara að túlka lög. En svo gæti líka verið út af því að ég er hérna nýbyrjaður í náminu að mér þætti kannski betra að nota kannski siðferði líka við beitingu laga og lestur á þeim og hérna reyna kannski ekkert endilega að hafa þetta allt eftir bókinni ef að hún er slæm sko. Nei, nákvæmlega. En einmitt núna eru lögfræðingarnir bara jafngóður og lögin sem vinn úr sko. Og þau eru alveg misgóð sko. Já, nákvæmlega. Mér langaði að tala svolítið við þig svona hvað það er að vera byltingarsinni eða róttækur í dag sko. Já. Og út frá þeim pælingum fór ég að pæla aftur í frönsku byltingunni og hvernig það var, mætti segja og sumir segja sko, að það hafi verið bylting millistéttarinnar gagnvart aristokrátunum og konungnum og þeim útvöldu, klerkastéttin og allt það. Og þá skrifa þau svona Bill of Rights, ég man ekki hvað það hétt á íslensku, en þau segja bara við erum með þessi réttindi og við eigum þessi völd og svona á þetta virka og við viljum núna búa til stjórnarskrárbundið þingræði og eitthvað svona. Já, að konungurinn sé ekki bara alvaldur ykkur. Einmitt. En það var þannig í Frakklandi á þeim tíma að franski konungurinn var búinn að vera standa í svo mörgum stríðum og svo miklu vesenni að hann þurfti alltaf að vera að biðja sem sagt millistéttina eða þetta nýja bourgeoisie eins og það er kallað sko, þeir sem áttu búðirnar og þau sem áttu framleiðslufærin og svona, að konungurinn var búinn að vera að fá lánað hjá þeim ansi oft til að halda undir öllum stríðsrekstrinum. Orðið þreytt kannski. Orðið þreytt sko, þegar fólk var mjög svangt og hann var aftur og komið og hitti á mig og ég það meiri pening og... Mér vantar líka nýja höll sko, ég er alveg eins og þið sko. En þannig að mér langaði svolítið að hugsa þetta sko í víðu samingi að þarna er svona ákveðin millistétt að ná völdum og lágstéttin stendur með millistéttinni í þessari baráttu gegn sko aristokrátunum og konungnum. Já, vegna þess að sko á sama tíma náttúrulega kóngurinn þurfti að biðja um lán hjá millistéttinni. Hann þurfti nú ekki að biðja um pening frá almenningnum sko. Nei, einmitt, þau hann gat bara mjög einfaldlega tekið pening frá almenningnum en hérna, og þau stundu svolítið saman og í byltingunni endaði náttúrulega því að þeir sem kannski kunna lesa og höfðu lesið kannski heila bókaæfi sinni, þeir eru svolítið á toppin í svona
framvarasveitinni fyrir byltinguna. Já, en hérna þetta var að sjálfsögðu bara mjög eftir hérna áratugi af stríðsrekstri og hérna hungursneyðum og hinn og þessu og svo var kannski líka það sem að bögga mér marga mest var bara að þeir héldu alltaf áfram með nákvæmlega sömu lífsgæðin, kónganir og efristéttin og klerkanir og það er kannski svolítið svona nuddast allt í sárin ef að drottningin er búin að breyta hári svona í skip eða eitthvað svona til að flippa í einhverju partí og meðan barnið var kannski að deyja úr sullaveiki eða eitthvað. Já, nákvæmlega, sko. Það er ekki beint töff, sko. Og hún, Maria Antoinette, var vist, hún hélt bara, sko, bestu partí í Evrópu, bara allt aðalsfólk var bara að deyja úr öfund ef þau var boðið í partí til hennar í Versailles. Og einmitt á sama tíma þá er almenningur í París og bara í Frakklandi almennt bara alveg að lepja döðan og skel, sko, og þau ætla bara að halda áfram. En þessi millistétt einmitt fer þá að krefjast bara, hún segir nei, bara við viljum fá þetta og þú veist. No more parties in LA, já, eins og maðurinn samtíð, sko. Einmitt, við viljum constitutional monarchy, við viljum geta verið með eitthvað svona mótvæðis afla móti konungnum. Já, og svo þróast það alveg yfir í svona, hei, kóngurinn er samt ennþá bara nákvæmlega sem er gaur út í að þetta er konungskóngurinn og hann er ekki það nettur og hlutir, þetta var líka, sko, hann var bara virkilega vanhæfur einstaklingur. Sjokker. Þú velur einhvern bara eftir svona svonur síðasta konungs og það að vera nót til þess að hann sé góður í starfi. Ég hérna mann rosalega vel eftir, það voru mjög miklar pælingar hjá hérna einhverjum spurningum á þessum tíma, svona, hvað er besta stjórnin? Og svona, já, ég meina við getum ekki þáttið fólki ráða, fólki vita kakslaust, en hérna upplýstur konungur ætti að vera besta leið, bara einhver einn gaur sem veit næstu í allt og reynir alltaf að haga sér vel, en hvernig náið því fram það er ennþá ósvarað, sko. En þetta voru pælingar svona hérna Leviathan á Englandi. Thomas Hobbes. Í hérna Frakklandi var þetta bara ríkið þar ég hjá kóngurnum sjálfum, sko. Kom mér að frá þeim sjálfum sem sagði bara, já, ég held að kóngurinn þetta ráða öllu. En svo rís almúgin upp og leiðan fattar svona, já, þetta er að virka að við stjórnum okkur sjálf. Ef ekki reyna bara að halda áfram að þróa það konsept og endanum þurfa ekki einu sinni lengur kóng. Það er einmitt sagt að kannski tveir frægustu byltingasinnir í frönsku byltingunni voru Robespierre og Danton og þeir báðir skilst mér, sko, þegar þeir voru ungir þá kom konungurinn í heimsókn til þeirra í eitthvað svona boarding school eða eitthvað skóla þar sem þeir voru og kóngurinn kom út. Það var búið að tilkynna að hann kem í heimsókn í skólan og allir krakkarnir, þú veist, að bíða spenntir og búið að gera þau upp allir sínu fínasta, sko. Og svo kemur kóngurinn á einhverjum brjáluðum gullvagn, allir fullur af einhverjum svona áletrunum sem að sýnir mythology, akkurat Guð valdi mig. En svo við, sko, allavega í tilfelli Robespierre að þá nennti kóngurinn ekki að koma út. Þau voru allavega, þú veist, búin að gera sig upp og búið að tala með þetta vikum saman, hann er að koma. Og svo kemur vagnin og þau sjáðu hann í fótinn hans og hann bara svona, ég nenni ekki og þau rúlla áfram. Þannig að þetta hafði örugglega afgerandi áhrif á hann, sko. Ekkert smá. Pældi að leyfa sér þetta. Mér þótti rosalega fyndið þegar ég hérna var í Evrópureisinu minni umtöluðu af mér einungis en þá hérna var rosalega, ég var að velta rosalega mikið fyrir mér að vera, þú veist, við kíktum okkur hallir og kíktum okkur kastala og vera gauðin sem bara átt þetta og horfa svona út bara ég á bókstala allt sem ég sé algjörlega 100%. Guð vildi það? Já, Guð vildi að ég stjórnaði þessu öll og svo bara kíkti inn á heimavistarskólan. Nei, ég ætla ekki að kíkja á heimavistarskólan. Hvað var að frétta þar? En bara þannig að í kóngurinn, þú veist. Já, nei, ég nenni ekki. Tilætlunarsemin er orðin bara alger, sko. Þetta er ekki eins og þetta er ekki eins og registrera sem hroki. Nei. Út í að þetta er alltaf fylgja æðra einhverju náttúrulega fyrir mér fyrir okkur í dag er þetta svolítið skrítið, sko en ég held að meirihlutin af krökkunum hefði brugðist bara við svona, vá, við fengum að sjá fótinn á honum. Já, einmitt. Þau hefur ekki tekið þau ná ekki að registrera heldur hroka. Kannski Robespierre sem var með svona, kannski, ég veit ekki, hann er örugglega snemma árið svona smá byltingakendur, sko, að sinni, þannig að hann hefur svona, hann hefur átt að sjá því hvað mikið tilætlunarsemi þarna, sko.
En ég myndi hugsa í dag, og það sagt sko, síðan þegar nýja ríkisstjórnin eftir að konungnum varpað frá sko, að hún að taka í sundur hennar sama gullvagn sem hann var á, og þau að skoða alla áleitrunina og fyrsta pælingin var að þau myndu selja vagnin sko, einhver myndi bara útboði sko, einhver myndi koma að kaupa hann. En svo áttu þeir segja á því að bara þetta svo asnalegt, öll þessi áleitrun og dót sem að sko fyrir 30-40 árum virtist vera bara sko, þetta bara guðdómlegi sannleikurinn guðdómlega rétt konungsins til þess að drottna yfir okkur. En þeim veist þetta svo asnalegt og það var bara ákveðið að taka þetta allt í sundur og bræða niður gullið og þannig að þú veist gömlu mýturnar voru dánar í hugum fólks. Það var bara komið nýtt tímabil, það sem var áður bara hélt ekki neinu vatni og bara alveg, og ég svona spá núna sko, að hvaða mýtur það sem að lifa í dag, sem að kannski eftir 30-40 ára við segjum að hlutinni fara á svona besta veg, að það verði eitthvað svona pólitísk bylting bara á mörgum stöðum í heiminum með umbreyting eða framþróun. Að hvaða hugmyndir væri það sem að við myndum telja bara alveg fráleitar? Ég held að fráleitasta hugmyndin sé bara svona kolefnishlutlaust samfélag sem að byggist kannski ekkert endilega á gróða. Ég held að það væri út í að þegar við skoðum svona hvernig efnahagur þróast núna í svona undanfarin eftir stríðsár ég held að sé mjög augljóst að þú getur ekkert búið til ótakmarkaðan gróða í mjög svona takmarkaðri veröld sko. Sérstaklega alltaf að reyna að hámarka og stækka og þetta farið núna út í að metaverse sé svona loka við kapitalistina hvort þeir geti náða bara að skapa ótakmarkaðan heim sem geta búið til ótakmarkaðan gróða í. Það metaverse plottið held ég að einhverjar hafi nefnt, en svo eitthvað karl sem að heitir reynda Marx og hann skrifaði það það mjög venjulegt í mannkynssögunni að koma kerfi sem ótrúlega stjórna og síðan bara kemur eitthvað annað kerfi seinna og þetta bara svona heldur áfram svolítið. Ég held að við munum alveg skilja núna því meira sem við skiljum loftslagsbreytingar og því meira sem við skiljum svona brauðfætuna sem þetta konsept gengdarlausa efnishyggju og neyslumenningu byggir á, þá held ég að við munum alltaf frekar vilja breyta allan þessum svona krúsjalatriðum og ég held að leið og við sem komin þangað þá væri ég allan og mjög sáttur. Þetta eru mjög stórar kröfur gagnvart náttúrulega þeim sem eiga allan peningin og að stjórna gengdarlausum gróða, en ég held að fyrir svona venjulegu fólki þá hefur þetta hljómar ekkert meira klikkað en árið 1780 og það einhver stakka upp eða bara fólk mæti kannski stjórna sig sjálf. En þetta náttúrulega klikkað, þetta var klikkað þá og svo eru nýjar kenningar sem eru klikkar í dag, en ég held að því meira sem að eins og þú segir, millistéttin talar fyrir sem kannski kunna lesa og eru kannski ná að greina eitthvað svona, koma eitthvað konsept og svo kemur kannski lægri stéttin, pikkar það upp með þeim og kannski með svona þessu sameiginlega átaki annarkvort myndum við ná svona þessum hægfara þægilegu breytingum sem manni líst oft best á sko. Já. En kannski annars staðar í heiminum sem ekki svona stöðugt lýðræði á Ísland þannig séð, þá myndi þetta kannski vera aðeins meira process. Maður myndi vona það að þessar hugmyndir vistfræðina og hennar endalausa hömlulausa gróða sem við einhvern veginn sjáum alltaf fram á eða kerfinu okkar sjá fram á, maður vonar að sú mýta verði alveg dauð eftir 20-30 ára að maður fatti það, að við föttum það alveg sko. Svona kannski 2 hrun í viðbót. Give or take. Cirka patt. Svona 5 Greta Thunbergs, 3 hrun og kannski 1 COVID og þá held ég að einhverju getur mögulega verið búin að kveikja á perunni. Og væntanlega mitt alveg ótöld svona náttúruslys, hvað maður að segja, stórflóð og þurrkar og annars alltaf þessi þurrkar í gangi núna. Ég veit það eru komin hérna, hefur síðan hvað heitir það, þessi sveltisteinar. Já, hvar var það? Í Tjekklandi eða var það ekki? Já, þetta bara út allt. Kannski segir okkur frá því. Já, árið 1600 sem voru kannski aðeins vanari
hinum og þessum svona mismunandi árfarvegum og það allt, sko, þetta tengdist náttúrulega ekkert loftslagsbreytingum þá endilega, þetta var bara slæmár og góðar áður en við settum árun á að beisla náttúruna, jafnvel, og við gerðum í dag, tímabundið, þá voru settir ákveðnir, þá vorum við með ákveðna mælieiningar til þess að mæla hvort það eru góða slæmi uppskera og eitt af því versta svona sem maður gæti spottað var voru settir steinar í árfarvegi og skrifað á það hérna, ef þú ert að sjá þennan stein þá er ekki nóg mikið vatn í ánni og það er að fara að koma þurrkabrestur og bara þið eru að fara að deyja, þú veist, svona misalvarlegt eftir steininu sem maður sér kannski, en núna er nýlega að byrja að sjást í steinheldi í Þýskalandi sem var bara með textan ef þú sérð mig þá skaltu gráta. Já, einmitt. Sem við erum ekki vön svona brútal pælingum náttúruna í Þýskalandi eða Evrópu, bara, veist, er ég að fara að gráta út af náttúrubreytingum í Evrópu? Er þetta ekki meira eitthvað svona vesen í allstaðar annar staðar en hjá mér? Þetta er kannski eitthvað sem við svona búumst ekki við í dag, sko, við höldum við sem komin svo langt og allt það og þetta get ekki einhvern veginn gerst en við erum algjörlega undir náttúrunni komin, sko. Algjörlega. Það er ekki nóg vatn, það er ekki nóg örverum í jarðveginum og svona, það bara... Það er ekki nóg hlýtt eitt árið eða eitthvað, náttúrulega bara dóð þriðjungur Þetta var alltaf í Íslandi, á Íslandi var þetta mjög skýrt, sko, leið og urðu fleiri en 80.000 manns og kom bara hungursneyð og dóð þriðjungur manns. Þetta var bara svona limit, þú komst ekki ofar í hversu margir byggu hérna því að það var bara ekki nóg. Já, það best ef byggu 70.000 manns eða byggu 80.000 manns, þá var þetta tæft og svo leður aðeins fleiri þá kom bara hungursneyð og 10%, 20% af öllum Íslendingum létu lífið bara úr hungri. Frekar reglulega líka. Ríkalegt nær, já. Og við erum að fara, og svo bendir allt í að við sem að fara að reyfi upp einhverja svipa takta núna með alþjóðlegum uppskerubrestum. Já, það er alveg hræðilegt það sem við sjáum fram á núna, sko. Já. Ég skil ekki alveg okkur að það er ekki stærri verkefni í gangi til að undirbúa þetta. Það var einhver ráðstefna hérna bara helgina og það var einhver að segja í útvarpinu áðan að við þurfum að hugsa meira aðlögun. Að þetta viljum við draga úr útblæstri og allt það og gera allt sem við getum til að minnka skaðan. En skaðin er orðin það mikill að við þurfum að hugsa mikið út í aðlögun. Og maður hugsa, þú veist, þurfum við eitthvað svona kálver? Kálver? Það er ein pæling, af því að þú veist, ef þú ert alltaf að lenda í uppskerubresti út af því að það er ekki nóg rigning og það er, þú veist, að hvað það er sem veldur því að það verði uppskerubrestur, að þarftu þá ekki að búa til eitthvað svona matvælaframleiðslu sem að höndlar ákveðið svona sjokk, þú veist, þannig að þú safnar regnvatni yfir ákveðin árstíma, svo geymir þetta í tönkum. Já, kálver. Já, þú veist, þannig að þú getur, Ég held að vera að tala um eitthvað svona kálfa. Ég held að vera að tala um dýrin. Nei. Ok, já, við erum að tala um grænmetis. Já, svona... Hydroponic eitthvað. Akkurat, eitthvað svona resilient infrastruktúr sem höndlar smá sjokks. Sem sósíalist, ertu með eitthvað góð konsept? Já, helst það bara einmitt, kálver, sko. Við ættum að gera það. Allavega heimurinn ætti að gera, ég veit ekki hvort eigi við á Íslandi að það er náttúrulega að skoða allt svona, þú veist, nákvæmlega og með tilheyrandi sérfræðingum og allt það, sko. Já, það þarf að setja í nefnd, náttúrulega. Sko, í fyrsta lagi ættir það bara að vera með ótrúlega mikið peningum í þessu, pening í þetta allt og sérfræðingar og bara undirbúningur endalaust. En því miður þá sýnist mér að heimurinn sé svolítið svona, nei, þetta reddast, við munum reddast fyrir hotn og þú veist, það er ekki alveg verið að taka þessu nú alvarlega, finnst manni, sko. Mér þótti, þetta fer líka svo mikið eftir í hvernig þú sko spyrð. Ég held að almennt þá vilji fjölmiðlar kannski bara svona vegna almannahagsmuna ekkert endilega gera meir en þarf úr þessu, bara til að koma í veg fyrir óeirðir eða eitthvað, skilurðu. En ég held að ég hafi heyrt, það eru svona tveir hluti sem ég man mjög skýrt eftir að hafa heyrt sem að móta svolítið mikið mína skoðun á umræðan loftslagsbreytingar. Eitt af því var að það var maður sem er svona, hann var í einhverju öðru hlaðvarpi sem ég hlusta á. Og hann er talinn svona einhver prófessor í hinn og þessu og hann hafði verið fenginn sem sagt á ráðstefnu í Singapore, all expenses paid og gistir hérna bara á svo 5-stjörnu hóteli, heldur einhverja ráðstefnu fyrir einhvern áhugahóp
og hann er tilbúið með kynningu svona einhvers konar framtímans svona hvert á að stefna og það allt sko. Þetta er svona mjög standard hjá honum en ekki alveg í Singapore í 5-stjörnu hóteli því hann er bara fræðimaður sko. Þetta var ekki mjög akademísk meðferð sko. Þetta var svona aðeins svo fínt fyrir hann en hann var bara ekkert að kvarta náttúrulega. Svo kemur að því að hann er fenginn í halda hana fyrirlestur og hann býstu þetta sé einhverju svona háskólanemar eða einhver háskóla en svo er þetta svona 5 gaurar sem bara fá hann í herbergi og eru bara blessa, við borguðum fyrir því ferðningað við erum allir brjálæðislega ríkir og eigum efna og svona dóti þegar heimurinn endar og við erum allir með kjarnorkubyrgi notabene tilbúin með starfsfólk, þetta er business í Bandaríkjunum og búið til bunkers mitt var þetta alveg huge og við erum allir komin með bunkerinn okkar, það er ekkert mál en sko þegar gjaldmiðlar eru verðlausir hvernig getum við tryggt hotlustu starfsfólkin sem vinnur hana fyrir okkur það er voru að spyrja hann af því já þeir eru nefnist bara elítan er komin á það stig á sömu stöðum að þetta er bara svona legit þegar heimurinn endar og gjaldmiðlar eru verðlausir hvernig að tryggja hotlustu almúans og hann bara, þið getið það eiginlega ekki og svo pæling 2 það var einhver svona það var verið að spyrja svona einhverju fagmenn í sinni stétt hvaða sannleikur er svona óþægilegastur sem að er ekkert endilega en almenning vita það er svona mjög general einhver Reddit þar var náttúrulega fer ekki á Reddit en ég fekk þetta sendt til mín og þá var einhver að tala bara ég er viðstæðisfræðingur og það eru bara milljarðar að fara að tegja núna næstunni 100 árum skilurðu 150 út af uppskerubrestum og við erum bara að fara að endur hanna þú veist, allavega ekki endur á Íslandi en svona globally þá munum við þurfa að endur hanna heilu sko borginar og heilu hverfin þegar geta staðist ofsaveðurinn sem er að fara að koma og og þetta er ekkit endilega mjög og bara hvernig lífsháttum okkar er hagað verður breytt gjörsamlega annarkvort vegna við viljum að gera það sjálf en það er kannski öðru og seint en við munum alltaf að breyta þeim þannig eða þetta verður bara knúið á okkur af bara einhverju svona mjög einhverja ríkistöðum munum bara þurfa að fara í mjög hart sko og spurningin er bara hvort þeir hefði kannski geta gert þetta aðeins fyrr á þess að þurfa að setja okkur allir einhver byrgi en það er náttúrulega haft neikvæð áhrif á markaðinn það er náttúrulega skapaðist sér markar að búa til byrgi og getur ekki eyðilagt það það er svolítið sturlu staðarind og svo náttúrulega svona garðar út allt að koma í svona, það er rækta pöttur svona hátt prótein, það er náttúrulega nýr markar sem er afskaplega spennandi fyrir mig fá sér svona pöttur í mat hlakkaði til að prófa það já, ég minna að ef þú horfir að það svona vistfræðilega þá virðist það vera ótrúlega skilvirt og ódýrt og svona til að fá þetta er mjög hagkvæmt og ég held að vonandi er þetta eitthvað sem mun breytast svona mýtur og hugmyndafræði sem verður öðru sér þegar við tölum eitthvað að maður eitthvað sé hagkvæmt og þá hugsaum það aðeins svona breiðara ljósið að það er hagkvæmt fyrir náttúruna líka það er einhver hagur, hagur er ekkert tengdur einhverjum kapítaliskum gróða hagur er bara það sem er gott fyrir mann það er í svona íslensku samhengi þá er hagur bara mjög víðtækt orð það er bara búið að stela því svolítið af einhverju svona markað sinnum hann var hann þekkir hann The Boys já bandaríkjamaður svartur bandaríkjamaður sem skrifaði mikið 1800 og hvað 90 og svona og hann talaði mikið þetta það sem kallast Myth of Progress og hann býr inn í ykkur þorpi segjum, þú veist 1880 hvað það er og þar er svona lítið samfélag sem er mjög náið og það er svona góð tengsl í samfélaginu og frábært en þau eru samt kannski ekki með vatnsleiðslur eða neitt svoleiðis en í rafmagn en þú veist það er góð tilfinning fólk að ná að borða og svona og svona side moments þar sem fólk er að tengjast og svona fjölskyldutengsl svo kemur það 20 árum setna á sama stað og þá er búið að leggja lestateina að bænum að það er komið eitthvað svona basic rafmagn og komið ykkur ný búð á hornið svona corner store ykkur allt að gerast og hann The Boys er að skrifa þetta kalla þeir framþróun
þetta framþróun og við höfum verið ánægð með þessa framþróun. En það sem hann sá var að samfélagið sem var þarna var bara eiginlega brotið. Já, og svona ýmislegt svona fallegt og gott sem var kannski ekki mjög augljóst og það er horfið. Og Du Bois er að tala um þetta í þeim skilningi, en svo getur við líka náttúrulega að tala um sko framþróun, þú veist. En framþróunin er að kosta miklu meira en hún er að ná að skila af sér. Eins og það að nú vilja sumir fara inn í Evrópusambandið og það fá ódýrari mat hingað og svona, og það við getum sagt að það sé framþróun, það er ódýrari matur, en hann er ódýrari að því að þeir, þú veist, er að nota mjög óvistvænni ræktunaraðferðir út í Evrópu. Þannig er það framþróun eða er það, skilur við, og þetta er svona víðara dæmi sem sumir kalla myth of progress, og það er kannski svolítið sterkt hjá okkur að trúa að við séum alltaf á uppleið, það sé alltaf á betri farvegin að fara, sko, en það er náttúrulega ekki gefið. Nei, og hérna við viljum náttúrulega lifa undir svona þessum ákveðinu, það er mjög þægilegt að trúa því bara, en hérna, og það er kannski erfitt að setja því samhengi sérstaklega fyrir okkur sem vorum bara við erum náttúrulega bara frá þenni samfélagi að frá því að þú veist, ef það eru meira en 80.000 manns þá bara deyr 10% aðeins, það er náttúrulega fyrir okkur bara komdu með hvað sem við erum komin á botnin, sko, en núna þegar við erum komið með þessi mjög há lífskeið og núna þegar við erum komið með hérna, þetta við erum búin að leysa svolítið úr þessu, sko, þá getum við held ég núna spurt, þú veist, við erum núna held ég búin með alla framþróuna sem við svona þurftum nauðsynlega á að halda. Næst bara að við getum öll fengið VR-gleraugu þannig að við getum farið á Metaverse íslenska serverinn eða framþróun eitthvað svona við myndum kannski reyna að skipuleggja meiri kálver eins og það er líka fínt, en svo náttúrulega framþróun, ég held að hún sé svona besta framþróun oftast hvað erfiðust, en hérna einhver meginn snýst framþróun núna undir svona ímynd markaðshyggjunnar að þetta sé bara mjög þægilegt ferli, bara núna getur þú alltaf verið í símanum þínum, það er framþróun að börn sé með iPad alltaf sem barnfóstru, það er framþróun og hérna einhver meginn að gera allt þægilegra og meira svona, þetta er svona eins og Opium var, eða veist, Opium fólksins náttúrulega, það er ekki kirkjan lengur en það er þú fyrir Metaverse, tæknin þetta Metaverse. Það er að regni sýru úti en þú getur verið inn í the Metaverse. Þú getur verið inni og það er engin sýra þar. Nema kannski ef að afglæpavæðing eiturlyfja kemur í gegn og þá getur verið Metaverse á sýru til að hunsa sýruregnið úti. Og þá getur við fundið hamingju. Já, mér finnst alltaf þetta er ótrúlega cool og getur verið ótrúlega cool, sko. En ef við erum ekki að pæla í náttúrunni sjálfur á sama tíma og svona allum bara einhvern veginn að yðnvaðast áfram á þennan hátt að við styrum ekkert úti og það er bara ekki hægt, það er ekki lífvænlegt úti en við getum verið í sýndaveruleikunum. Já. Það er ekki nóg gott. Við erum að stefna eitthvað annað. Það er í raunveruleikunum, sko. Rauðum raunveruleika. En hérna þó hann sé svolítið erfiður stundum. Hann er svolítið það er raunveruleikin. Þetta er gott. Ég held að hérna eins og með fjórðu iðnbyltingar núna við erum mjög nýlega allavega eftir þessar iðnbyltingar, við erum mjög nýlega að byrja að koma með actually eða svona nokkura ára fresti eitthvað sem breytir algjörlega leiknum og náttúrulega járnbrautarlestar, þú veist, magnið af breytingum sem gátu átt sér stað út af því að hérna núna kannski fæðið hraðar en hestur. Ég meina Napóleon var að nota sömu innvið og Sesar þegar þeir voru að taka yfir Evrópu. Bara hestar. En svo nokkrum árum seinna þá ertu komið með járnbrautarlest út bara allt og maður getur ímyndað sér, nei, maður getur þetta ekki ímyndað sér hversu mikið það breyti. En það sem gerist, þeir byggja of mikið og sumt að þeir fer á hausinn og núna er náttúrulega minna af járnlestakerfum var. Svo kemur bíllinn og snýst allt bílinn og maður getur ímyndað sér, vá, núna geta allir átt sína eigin lest eða eitthvað. Og svo núna að vera að hætta því, ég held að sko, þetta er eitthvað tendens hjá fólki, bara mannfólki almennt. Við sjáum eitthvað nýtt sem flott, það er ekki eins og vera tækni, þetta getur líka bara verið fatastíl eða eitthvað, bara fyrir alla leið. Núna er þetta bara númer 1 hjá mér. Og svo fattar maður kannski seinna þegar maður er kannski búin að gefa aðeins svo mikið í þetta. Þetta er kannski svolítið þungt, skilur þetta. Fór kannski aðeins svo langt í brjálaðinni sem er, þú veist, að neyta x-vöru eða halda upp á x-tækni. Nema núna er tæknin okkar orðin kannski internetið.
og eins og ég segi, þú veist, að nota iPad sem barnfósturu er nýlega orðin gagnrýnd hegðun. Og fólk er svona nýlega að byrja að fatta það að vera alltaf með áreitistæki á sér sem titrar við hverja einustu ómerkilegu upplýsingagjöf sem þú getur fengið. Það hefur kannski léleg áhrif á nám eða athygli eða eitthvað og kannski betra að sleppa þessu. Þannig að ég velti mér mikið fyrir sko, það er mjög fínt að við sem að búa til nýja tækni og mjög fínt að við sem að þróast áfram sem samfélag en hérna rétt beiting er held ég jafn mikilvæg og svo umræða er bara ekki til staðar ennþá að við búum til nýja tækni og fyrsta sem við veltum fyrir okkur er sko hvernig ættu að beita þessu, alltaf bara hvernig getum við notað þetta, búum til einhver svona svona kveikjara upp þegar iPhone komu ít og skjána og kveikjara ég man þetta því, og hvað það var skrítið til hvers, ekki okkur kveikjara í símanum falla ég og klárast bjórinn það var alveg magnað þegar þetta kom en já, þannig ég held að sko svona, ef ég myndi fá að vera einráður í dag, þá myndi ég að setja upp kerfið þar sem ef það er verið að búa til einhvers byltingarkennda neyslu tækni spurja sig hvernig hvort að maður ætti þess að beita þú veist hver er réttasta beitingar á internetinu ef maður pælir í, bara þú getur fengið hvað upplýsingar er, hvar sem er, frá hverjum sem er hvenær sem er, þetta er magnað, þetta er klikkað þetta er svona mjög guðlegu kraftur svona í rauninni já, algjörlega, nefnilega og Facebook og klám líka er þetta virkilega besta sem við getum gert? Þetta er allt svona risastór Pandora's box eins og segja, þú veist, þú er búin að opna þetta og það er erfitt að setja lokið á það sko. Erum við að þess að klúðra? Já, mér finnst það sérstaklega með samfélagsmiðlana, þú veist, þetta er allt bara gert í hagnaðarskinni sko, í gróðarskinni þeir, þú veist, hanna þetta til að reyna að halda þér inni sem lengst. Algjörlega. Hvernig væri það ef við myndum hanna einhvern samfélagsmiðil, Sameinuðu þjóðirnar getur hannað samfélagsmiðil sem er opinn og það sést allt hvað er að gerast og hann er bara hannaður til þess að auka samskipta getur fólks og eða bara retroaktív, bara spólum tilbaka þegar fólk var bara sjálft að búa til veist, þetta vilda vestur intensins voru bara með sína síðu einmitt því bara ekki eitthvað á mína síðu og það var ekkert central það var bara svona mjög bara svona reyn kaos og hérna ég held að fólk hafi veist, það er held ég finnst mér allavega mjög heillandi að bara leifa allir bara að gera veist, hvað vilt þú gera á netinu ég bara fara á fótbolti.com, það er bara versið, það er bara svona einmitt, klárlega sko. Skipt og hvaðan farið upplýsingarna þínar, ég fæ ekkert mikið upplýsingum frá netinu, ég bara tala við fólk, spila leiki eða eitthvað, spjalla eða eitthvað, veist, ég held að það sé miklu heilbrigðari nálgun sem var fyrst, sem er skrítið sko, fyrsta nálgun á internetinu hafi verið miklu heilbrigðari en seinni tíma nálgun þeir svona, já, ég gæti líka grætt milljarð á því að gefa öllum athyglisbrest hvað er að tala og þau fóru að gera það og svo gerðu þeir það bara þannig að ég held að væri eiginlega best ef að interneti hefði bara ekkert reglulega væri bara leyft svolítið að vera í friði sko. Eins og með margt annað bara náttúruna eða mannfólk almennt eða skilur bara, þetta er einhvern veginn svona skapa einhver stór apparat í kringum allt held ég, sérstaklega ef það er gert í gróðaskinni sko. Já, akkurat. Ég held að það sé líka einn tækni. Það væri nefnilega annað ef að Sameinuðu þjóðirnar eða ykkur myndi fara í að búa til samfélagsmiðil sem er óhagnaðardrifinn og er með, þú veist, opinn kóða þannig að allir geta séð hvað miðillinn er að gera, sko. Og svo myndir þau fá bara sömu sálfræðinga og voru að hanna algoritmar fyrir Facebook til að halda þær inni eins lengi við geta. Það er sömu sálfræðinga til að hanna algoritmar sem að veitir, þú veist, gagnlegar upplýsingar sem borga búi ykkur staðar eða hvað það er, sko. Og aðgengi að valdhöfum og lýðræðiskerfunum og upplýsingum og fjölmiðlum og allt þetta, þú getur gert það held ég svo miklu betra sko. En það myndi samt kosta og hérna þetta er slæmt fyrir fyrirtækin. Já, og þú er náttúrulega líka eitthvað það sko, það er hérna, einhverjir elitistar myndu tapa því sko mjögulega. Og þess vegna er það frekar mikið bardagi mitt, en það er bardagi sem er þessi virði held ég. Og líka sko, maður býr til betra samfélag, þá þurfa þær kannski ekki að nota byrgin sem þið létu byggja fyrir sig. Það eru búin að tapa fjárfestingunni sinni. Það eru nokkli vinklar sko á sem maður verður að pæla í. Af því að það eina sem er í gangi er svona á móti þessum samfélagsmiðlum í dag er Truth Social, sem er það sem Trump gerði. Já, einmitt. Ef ég er að velta fyrir mér okkur er ekki eitthvað annað móti, það er bara Trump. En svo kom reyndar í ljós, þetta átti að vera samfélagsmiðl þar sem að sko free speech er virt og allir fá að segja allt og eitthvað. En svo var víst þannig að fólk var að tala January 6th þegar
Trump stuðningsfólki komanda fyrir utan Hvítahús og ætla að stoppa það að kosningin eru löggild að fólk sem var að gagnrýna það eitthvað á Truth Social var bara hent út. Sjokker. Sjokker auðveldi skapaði samfélagsmiðl sem á að vera frjáls og svo ritskoðaðir skoðunir sem eru ósammála auðveldur. What? Nei, þannig að ég vonaði að verði eitthvað hannig sem kemur á móti, sko. Það er líka alltaf hægt að finna maður svona virkilega vill grafa í bara svona mjög dark. Þú getur líka fundið alls konar skrýtna samskiptamiðla á dark web eða eitthvað sem maður getur talað bókstaflega hvað sem en þá oftast eitthvað svona eiturlífa hryðjuverka tengt dæmi en ég held þessum að rosalega slæmum staðum núna fyrir bara hvernig samskiptum haga og hvernig upplýsingum, hvernig maður innbyrðir upplýsingar. Núna til dæmis einhverjar innbyrða upplýsingar með því að hlusta á 2 gaura að tala. Ég myndi, sko, eins mikið mér þykir vænt þig og mér þykir vænt þessar samræður, þá samt líka alveg jafn mikilvægt að innbyrða, þú veist, einhverjar svipaðar pælingar ef maður hefur áhuga á þeim frá bara svona frumheimildum. Og það ekki, þú veist, bara, þú veist, lesa bækur, hlusta á einhverja siðfræðiprófessora fyrirlestra, þú veist, þannig að Mark Graeber, Harari, þú veist, bara do your own research ef maður fer nógu langt til vinstri á, getur þú fengið að gera það aftur. En ég held að þetta sé líka bara upplýsingatækni sem við erum að beita núna. Ég held að við munum íhuga, við munum endurskoða hana jafn alvarlega og við erum að skoða bara einkabílinn í dag. Og ég mikla trú á mannkyninu hvað þetta varðar, sko. Ef við förum og reynum að hanna hlutina og gera hluti sem að, sko, eru bara út frá réttum forsendum. Það ekki verið að reyna að hagræða endalaust fyrir ykkur og örfáa, heldur erum við að reyna að búa til samfélagsmiðil sem getur þjónustað öllu samfélaginu og komið á betri farveg. Og eins með, þú veist, ef við sem mannkyn hefum aðeins geta sett á bremsuna þegar við uppgötuðum kol og gas og olíu og allt það, sko, við hefum aðeins gert okkur betur grein fyrir því og gert það aðeins öðru sig. En líka kannski svo að fólk fari ekki hérna með aðeins svo mikið svona doomer glasses, sko. Mér finnst þetta bara samt svo, ég minni doomer núna eftir þessa spjall. Núna bara komið til frá mér. Frábært, Ég veit ekki hvernig það að vera neitandi samt, ég held að horfið í ömulega. Nei, ég vil einmitt koma því að þeim sem eru að hlusta, þú veist, þegar við notum allan annan mátt sem mannkynið hefur og notum hugvitið og tæknina og samtaka máttina, þá getum við snúið hlutunum við mjög hratt. Ef þú myndir fá geggjaðan samfélagsmiðil sem núna, sem væri svona miðlægur eins og Facebook, stjórnaða Sameinuðu þjóðanum eða eitthvað, open source, þú veist, það myndi bara breyta öllu á nokkrum árum. Já, eitthvað skilur við. Ef við myndum bara fara í minna hagnaðardrifin átti á óháði hvað myndi, þú veist, hvort það væri þá getum við gert mjög góða hluti. Og ef við förum líka og reynum að endurheimta vistkerfi og förum og reynum að gera landbúnaðinn okkar betur undirbúin fyrir það sem að fara að gerast og sjálfbæran, þannig að við séum ekki einangruð eyja með 300.000 mann sem styður kannski 80. Einmitt. Það mjög skuggaleg pæling. Það mjög skuggaleg pæling, einmitt. Og við flytjum inn held ég 75% kaloríunum okkar. Þannig ef að heimsvæðingin myndi falla niður allt í hennu, þá varum við í ansi vondum málum, sko. Já, en þess vegna er svo mikilvægt að meðan maður er myndalinn á mér. Þess vegna er svo mikilvægt að hafa gaman á meðan maður getur. Ég tekur til það, já. Við höfum gaman en höfum líka, maður bara að trúa því að við getum gert hlutulega betur. Skemmtið ykkur á hagnarlausum forsendum og í andstyð við markaðinn og auðvaldið. Non-profit fun. Maður getur, ég mynd nákvæmlega. Herðu, Kjartan og græðir mest á því. Nákvæmlega. Að hafa gaman. Hvað það að græða? Að hafa gaman og góða tilfinningur og allt það. En Kjartan, þetta var skemmtilegt spjall. Já, takk hérna sem leiðis. Og þið hlustundir gaman að koma aftur og mér lakar bara til að taka næsta viðtal. Annarkvort með þér, að taka viðtal við einhvern annan, eða hvernig svo sem það verður. Já. Ef þið eru með ábendingar þáttinn eða eitthvað, þá endilega bombið í comments og látið okkur vita hvað mætti betur fara eða ef þið eru með hugmyndir. Ef að Kjartan er leiðinlegur, látið Karl vita og ég kem ekki aftur. Já, og gefa honum kannski einhvern 1-10 og mér líka. Já, við erum með stöðluð form og En svo talandi frumheimildir eitt að lokum að þá var ég með geggjaða heimildamynd sem var gerð, þetta leikinmynd sem svona eiginlega heimildamynd, gerð 200 árum eftir frönsku byltinguna. Og það heimildamynd sem bara á YouTube og lýsir frönsku byltingunni frekar ítarlega í þeirri atburðarás sem hann átti sér stað. Þannig að kíkja á það eða viljið og bara takk fyrir okkur. Já, önnur frumheimild var þetta landbúnað, prófa að rækta plöntu í meira en 3 mánuði áður en deyr, það er brútal. Það er erfiðara en margir heldur.